þennan kynningafund raunfærnimat á sjúkraliðabraut. Ég heiti Helga og er náms- og starfsráðgjafi og verkefnastjóri hjá Framvegis, en það eru við sem að framkvæmum þetta raunfærnimat. Við gerum þetta þannig að ég fer yfir fjalla fyrst svona almennt hvað er raunfærnimat, síðan er það raunfærnimati á sjúkraliðabrautina, hvað er til mats og kannski mest hvernig þetta fer fram og hvað þið þáttakendur þurfið að gera, og svo höfum við spurningar í restina. Þannig að endilega punkti hjá ykkur ef að spurningar vakna á meðan ég er að tala. Ok, við þurfum að byrja á því að tala eins í hvað umhverfi við erum að vinna og hvaða svona sem býr að baki raunfærnimatinu. En við hjá Framvegis er símyndunarmiðstöð sem starfar meðal annars eftir lögum framhaldsfræðslu, þar sem að kveður á að við eigum að bjóða upp á vottaðar námsleiðir, náms- og starfsráðgjöf og svo raunfærnimat fyrir fullorðna sem hafi ekki útskrifast úr framhaldsskóla, og þetta er sem sagt kostað af ríkinu. Og þetta er sem sagt markhópurinn okkar, fullorðnir sem hafa ekki lokið námi í framhaldsskóla, aldrei byrjað eða hætt námi af einhverjum orsökum. En ástæða þess ég tala þetta er líka að það er talsvert af fólki utan markhóp sem hefur áhuga á raunfærnimati, og þá er ágætt að vita svona á hverju þetta byggir. Punktarnir þarna á glærinu að þetta er svona hluti af markmiðum lagana, og þetta eru þeir sem að koma svona mest inn á raunfærnimatið. Það er að auðvelda einstaklingum með stutta formlega skólagöngu að byrja aftur í námi og að viðurkenna gildi nám sem að fellur svona utan hins formlega framhaldsskóla og háskólakerfis, að nám og reynsla sem að er aflað utan formlega skólakerfisins verði metin, og svo síðast en ekki síst að efla menntunarstig í landinu. Og það eru fleiri markmið, en þetta er svona það sem að kemur skal ég ykkur segja raunfærnimatinu mest við. Ok, svona almennt raunfærnimat, hvað það er, en raunfærnimat gefur fólki sem hefur unnið tiltekin störf tækifæri á að fá hæfni sína metna til eininga í framhaldsskóla, og það er litið svo á að það hvar hæfni er aflað skiptir ekki máli, heldur hvort að viðkomandi býr yfir hæfninni. Og grunnhugmyndin í raunfærnimati er þannig að nám fari víðar fram en í hinu formlega skólakerfi, og rétt að fólk geta fengið það nám metið. Og þannig getur fólk sem stytt nám í skóla þar sem það þarf ekki að sitja áfanga sem fjallum efni sem það þekkir og kann vel og hefur kannski verið að gera lengi í vinnunni. Í raunfærnimatinu er semst verið að skoða hvað viðkomandi kann raunverulega, en ekki til dæmis að meta út frá tíma, til dæmis ef einhver hefur unnið tiltekið starf í einhver ár, að það leiðir ekki sjálfkrafa til þess að fá eitthvað metið. En tilgangur raunfærnimatsins er þannig að fá hæfni sína staðfesta eða viðurkennda, skjalfesta og skráða, og þannig er til dæmis hægt að stytta nám. Í raunfærnimati á móti námskrá þá er verið að skoða hvort einstaklingur býr yfir hæfni sem sett er fram í námskránni. En þetta er þannig að hver og einn áfangi framhaldsskóla með ákveðin svona hæfniviðmið, og til þess að standast áfangan þá þarf nemandinn að sýna fram á að hann búi yfir hæfninni sem er tiltekin í námskránni. Þannig segjum við að hæfniviðmið áfanga þurfi grundvallar í raunfærnimati. Þú þarft sem sagt að kunna og geta það sem stendur í námskránni til þess að fá áfangan metin. Og þegar fólk fær áfangametin eða áfangametna í raunfærnimati, þá er það skráð í INNU sem er umsjónarkerfi framhaldsskólana, og við setjum M í einkunn og staða áfangas í lokið. Þetta er þá komið á námsferilinn hjá fólki og skólarnir sjá það. Og þetta þýðir að áfangi sem fæst metin í raunfærnimati hefur sama gildi og ef honum hefði verið lokið í skóla. Og þannig er svona þessi beina tenging við að stytta nám. Til þess að ljúka náminu tekur einfallega þá bara áfangan á brautinni sem þú hefur þá ekki lokið. Þetta er svona almennt raunfærnimat sem er hluti á framhaldsfræðslu sem við störfum innan. En núna ætla ég að tala
það sem að þið komið hérna til að hlusta á, það er raunfærnimatið á sjúkraliðabrautina. En við hjá Framvegis erum að meta fólk formlega inn á brautina eða meta hæfni þessi viðfangsefnum þeirra áfanga sem eru til mats. Við hjá Framvegis erum ekki að kenna sjúkraliðabraut, en áfangar sem fólk var metnað í raunfærnimatinu að þeir eru alveg gjaldgengir og gilda í öllum skólum. Fyrir hvern enn úr raunfærnimatið? Sko, raunfærnimatið er búið til fyrir markhóp framhaldsfræðslunnar sem ég talaði áðan, sem eru þau sem hafa ekki útskrifast að 3. þrepi eins og í framhaldsskóla, eins og stúdenti, iðnnám eða eitthvað svoleiðis. Og í raunfærnimatið þá bætast 2 skilyrði til þátttöku. Það er að hafa náð 23 ára aldri, að vera 23 ára eða eldri og hafa starfað í viðkomandi geira í minnst 3 ár. Og í okkar tilfelli hér þá er það í umönnun eða tengdum störfum. Fræðslusjóður fjármagnar raunfærnimat fyrir markhópinn, sem þýðir að þeir sem í markhópi ekki að greiða fyrir matið, en þau sem falla fyrir utan markhóp framhaldsfræðslunnar eru til dæmis með stúdentspróf, þurfa þá að greiða fyrir raunfærnimati úr eigin vasa. Og þetta kostar talsvert, en samkvæmt verðskrá fræðslusjóðs að þá er kostnaðurinn á hvern einstakling 175.000 kall pluss 2148 fyrir hverja staðna einingu. Og í raunfærnimati á sjúkraliðabraut eru 33 einingar og þá getur kostnaðurinn numið frá 185.000 rúmlega upp í 245 ef allar einingar eru metnar. Það er þó nokkuð af fólki sem hefur farið í gegnum þetta utan markhóps og það sem að fólk hefur gert, ég held að sé 10% af 120 mann sem hafa verið utan markhóps og það fólk hefur allt sótt endurgreiðslu eða styrk í sín stéttarfélög og þá hefur þetta í raun og veru borgað sig fyrir fólk að gera þetta svona. Og ég hvet bara fólk til að skoða hjá sínu stéttarfélagi hvað er rétt að hefur. En burt sér frá því hvort fólk í markhópi eða ekki, að þá er alltaf 23 ára aldur og minnst 3 ára starfsreynsla krafa til þess að hefja raunfærnimat. Ok, hvernig gengur þetta svo fyrir sig? En þetta er svona yfirlit yfir hvernig raunfærnimatið fer fram og við fylgjum alveg þessu ferli og við leggjum áherslu á að þátttakendur noti heimasíðuna til að fylgjast með því sem er næst á dagskrá og svona krækjur á fundi og annað slíkt, bókanir fyrir viðtöl og svona, við setjum það þar inn. En þarna sjáum þið eins og skráning, hún er búin og það sem er núna er náttúrulega þessi kynning, það er bara það sem er í gangi núna og næst á dagskrá er skimunarviðtal og síðan þurfa þáttakendur að skila inn gögnum, ég fer í það eftir smá, færnum upp á fleiru og öll gögn þurfa semst að liggja fyrir áður en kemur að matsamtölum og að þeim loknum er útskrift sem er í raun og veru að skrá einingar í innu sem skólarnir sjá og svo endum við að loka viðtali þar sem við förum yfir niðurstöðuna og ræðum framhaldið og svoleiðis. Skimunarviðtölin eru einstaklingsviðtöl sem byrja í næstu viku. En færniskráningin þarna, það er sem sagt færnimappa og sjálfsmatsfundur. Það verður svona 2 þannig fundir og þið veljið annan tíman. Og matsamtölin sem eru þarna líka, það fer til fjölda eininga til mats, hvort að það eru 1, 2 eða 3. Mjög oft eru það 2 og svo ljúkum við með því að skrá í innu og tökum svona loka viðtal. Ok, ég ætla að fara yfir skimunarviðtölin og þau byrja núna í september, bara í næstu viku. Og í skimunarviðtölum að þá erum við að fara yfir námsferilinn og störf og skoða hvort að þau uppfyllir skilyrði til þátttöku, sem er þetta aftur, vera 23 ára og 3 ára starfsreynslu í faginu. Og svo erum við líka að skoða hvort þú ert í markhópi eða ekki. Og við útskýrum líka ferli nánar af því að það er mjög mikilvægt að fólk viti til hvers er ætlast af því og hverju það þarf að skila inn og svo framvegis. Og það er ágætt ef að fólk er svona byrjað að huga að gögnum og þá sérstaklega eins og staðfestingu á starfi og öðru slíku. Ef að kemur í ljós í skimunarviðtalinu að úr verður að einstaklingur haldi áfram í ferlinu,
þá skráum við í innu og þá höfum við semst aðgang að námsferlinum, allavega það sem er skráð í opinbera skólakerfinu. Já, og við byrjum þessi skimunarviðtöl semst á mánudaginn og ég er með frátekna tíma alveg til 12. september. Viðtölin fara fram á Teams eins og þetta, en ef að fólk vill endilega koma í hús þá finnum við bara út úr því. Við reynum að koma til móts við ykkur eins og hægt er. Krækjuna fyrir þessi til þess að bóka skimunarviðtöl set ég upp bara núna eftir og ég sýni ykkur það. En nú er það hérna færniskráningin og hún fer líka fram í september, semst eftir skimunarviðtölin og þannig erum við að fá svona yfirlit yfir færni þáttakenda, semst nám og störf og aðra færni, auk þess sem að við erum með matslista og þar er viðkomandi að meta færni sína gagnvart hæfniviðmiðum í námskrá og í þessu tilfelli náttúrulega á móti sjúkraliðabraut. Fyrirkomulagið á þessu verður í formi hópfunda á netinu, þar sem allir þátttakendur mæta og vinna sín gögn og reynslan hefur sýnt okkur að þetta er góð leið bæði fyrir okkur sem sjáum þetta og líka fyrir þáttakendur. Þannig fólk oft með sömu spurningar eða pælingar sem allir fá þá svör við á sömu stundu. Það verða fólk getur valið tíma til að koma á þessa fundi, en það kemur í ljós bara í ferlinum aðeins seinna hvernig það verður. Hérna er svo færni mappa og henn er hlaðin niður á heimasíðu, ég sýni ykkur það seinna og fer náttúrulega yfir það í skimunarviðtalinu og þannig er fólk að skrá, starfsreynsluna sína og hvað það er búið að læra og hvort það er ykkur önnur færni sem skiptir máli og annað slíkt. Þetta fer ég yfir betur síður í ferlinu. Síðan er matslisti sem er Word-skjal, já og bæði í færnimöppuna og þetta Word-skjal, þessi matslisti, þetta er svona Word-skjal sem að þið vinnið, þið sækið eða ég sendi ykkur, þið vinnið og sendið mér útfyllt tilbaka. Þetta gerum við líka á hópfundi og þarna eru 6 áfangar á listunum þar sem fólk er að meta eigin hæfni gagnvart hverju atriði fyrir sig og atriðin aftur samsvara semst hæfniviðmiðum í námskrá. Það sem að fólk þarf svolítið að hafa í huga í þessu er að þetta er sjálfsmat sem þýðir að þú ert að meta þína hæfni þegar þú fyllir út listan, ekki einhver annar eins og yfirmaður eða samstarfsmaður. En ef að fólk til dæmis er ekki með íslensku sem móðurmál og þarf aðstoð við að skilja listana þá það náttúrulega sjálfsögðu í lagi að fá aðstoð annarkvort hjá einhverjum sem er í kringum ykkur eða hjá mér og sumir nota tæknina og annað slíkt. En við förum yfir þetta betur á fundinum sjálfum. Þetta eru áfangarnir til mats. Þetta eru 6 áfangar. Þarna eru 3 áfangar á fyrsta þrepi, 2 á öðru og 1 á þriðja þrepi. Og þetta alls 33 einingar sem er mögulegt að fá metna. Sjúkraliðabrautirnar eru rúmlega 200 einingar, þannig að þetta raunfærnimat er raun lítill hluti brautarinnar, þetta jafngildir svona það bil 1 önn. Og hversu margir áfangar eru til mats hjá hverjum einum, fer til fyrranámi, þú veist hvort þú ert búin með einhver af þessum áfengum í skólanum, þá ertu náttúrulega ekki að koma í mat í því. Og svo fer þetta líka eftir sjálfsmatinu. Ef að fólk metur sína færni gagnvart hæfniviðmiðum í áfangunum mjög lága að það á fólk væntanlega ekki erindi í raunfærnimati. Ok, matsamtölin. Þannig erum við búin að fara í gegnum, þú veist, fá svona mynd af ykkar færni og allt svoleiðis og þessi matsamtöl fara fram þegar öll gögnum nám, staðfesting á starfi og listarnir 2 sem sagt færnimappan og matslistin eru komin til mín. Þá fer þetta fram og þetta fer fram á Teams á bara hefðbundnu vinnutíma og í formi samtala og á þessa fundi þá mæti bara hver og einn þáttakandi, eða bara einn þáttakandi og ég og síðan erum við 2 matsmenn sem að taka þá svona samtalið og þessir matsmenn eru báðar kennarar á sjúkraliðabrautum, önnur heitir Sigríður Rós og hinn heitir Sigrún. Og þá þeir að spyrja fólk út í svona, þú veist, hvernig það gerir hlutina og fá fram svona hvort að raunverulega hæfnin þarna er til. Og þarna, þú veist, matsamtali það ræður því í raun og veru hvort að fólk fær áfangan metin eða ekki. Síðasta atriði í þessu ferli semst vottun og skráning og við ljúkum ferlinu með því að skrá metna áfanga í innu
og síðan kemur fólk til mín í viðtal þar sem við förum svona yfir stöðuna og möguleikana og hvernig þetta gekk allt saman og lokum svolítið ferlinu. Að þessu sögðu er rétt að taka fram að þó svo að ferlið sé nokkuð formfast, þá reynum við alltaf að mæta fólki eins og við getum. Ef til dæmis eitthvað vill frekar koma í hús, eins og ég sagði áðan en að vera á netinu, í viðtalið og hópfundi, þá finnum við út úr því. Við kynningu svona á raunfærnimati þá fáum við spurninguna, er ég þá orðin? Þú veist, eins og í þessu tilfelli er ég þá orðin sjúkraliði, og svarið við því er einfaldlega bara nei, og við erum að hafa það í huga að brautin er náttúrulega rúmlega 200 einingar og það eru 33 einingar í raunfærnimatinu sem samsvara, eins og ég sagði áðan, einni. Það sem ég ætla að gera núna er að kíkja aðeins hérna yfir á heimasíðun okkar, þar sem að af því búin að tala svolítið heimasíðu matsins, þá fer ég, þetta er heimasíðan okkar, framvegis.is, fer hérna raunfærnimat á sjúkraliða braut, þið smeltu væntanlega á þessa krækju og það sem að er hér, er eins og dagskrá haustannar. Var sem sagt kynningafundur, krækjan sem að þið smeltið á, annarkvort hérna fyrir ofan, og núna bara eftir set ég inn krækju þar sem að þið bókið skimunarviðtöl. Ég ætla að sýna ykkur hvernig bókunin síðan lítur út. Ég er með hana hérna. Hún lítur svona út og þið sjáið það byrjar 2. september. Dagarnir sem eru svona dökkir það þegar það eru lausir fundir. Ef ég vil koma klukkan 9 mánudaginn, þá smelli ég og bóka. Og þá fæ ég krækju senda í tölvupósti og ég fæ líka krækju senda í tölvupósti og svo mætum við bara sameiginlega á þennan fund. Og þessi skimunarfundir, og það er það bara ég og þú, það er ekki svona hópfundir. Það sem að tekur síðan við þegar, þú veist, ef við kemur í ljós þú ætlar að halda áfram og allt í fína, að þá eru 2 sjálfsmatsfundir, það er annars vegar færnimappa og hins vegar matslisti, og eru 2 dagar, fólk getur valið þetta eru nákvæmlega eins fundir, 18. september og 19. september, og fólk velur bara þann tíma sem hentar og mætir á þennan fund. Er færnimappa sem að fólk bara hleður niður, en við förum bara í það þegar þú kemur í skimunarviðtal. Síðan er 24. og 25. er svona matslistafundur og fólk velur bara annan tíman. Þetta eru nákvæmlega eins fundir. Hvað varðar matsamtölin, þá virkar yfirleitt best að ég raði ykkur á fundina. Ég hef bara samband við ykkur og við finnum út svona hvaða tími hentar best fyrir ykkur. En sem sagt, og ég sendi ykkur bara krækju líka á eftir, að kemur krækjan til þess að bóka skimunarviðtöl. Ok. Þetta eru sem sagt, já, það er rétt að taka það fram að dagskráin, þetta er algjörlega línulegt. Þú veist, það þurfa allir að koma í skimunarviðtal áður en þið fara á sjálfsmatsfund og það þarf að skila inn öllum gögnum áður en þið fara í matsamtala og allt svoleiðis. Þannig að það er alveg á hreinu. En næstu skref sem hjá fólki eru þetta, þú skráir í skimunarviðtal, krækju á bókunarsíðu, hún kemur bara núna eftir, finna til gögnum nám og staðfestingu á starfi. Gögnum nám að þá þurfið þið ekki í raun og vera að skila því sem að er skráð í innu, af því að þegar ég skrá ykkur í raunfærnimati þá sé ég námsferilinn, en ef þið hafið til dæmis eins og bara mynd af skjali, þetta er fagnám, sem sagt fagnám í umönnun frá Mými, allt svoleiðis er gott að fá afrit af. Og síðan er það bara að mæta í skimunarviðtalið og svo ræðum við þetta bara þegar við höldum áfram. Eru bara nánar upplýsingar eru þarna og það er alltaf hægt að ná í mig, senda mig tölvupóst eða hringja. Þá held ég hætti bara að deila. Og þá er bara pælingin, eru einhverjar spurningar
endilega ef þið hafið einhverjar spurningar þá bara látið þið vaða. Hvað segið þið?